Jæja, góða kvöldið og velkomin í kvöldkaffi á N4. Ég komin með skemmtilega listakonu hérna til mín, hana Sesselju Ólafsdóttur. Velkomin. Takk. Segir maður ekki Sesselía? Jú, það er rétt. Já, áttu svona sögu að fólk kunni ekki alveg að segja nafnið? Alltaf langa, eiginlega. Já, af því að Sesselja, sem sagt með jóði, töluvert algengara nafn. Það alveg 200 og eitthvað, 300 eitthvað Sesseljur. En við heyrum held ég bara 12 eða kannski farið að skrifa eitthvað nær 20 kannski, en ég held síðast þegar ég gáði það voru við 12 og hérna Þið getið stofnað svona stöðningshóp. Já, ég held það sko, enda fyndin saga, þegar ég var í leiklistnámi til London, þá ég heiti náttúrulega Sesselja Ólafsdóttir og var í leiklistnámi í London og það hefur samband með stelpa sem heitir sko Unnur Sesselja Ólafsdóttir og á leiðinni í leiklistarnám út til London. Og hún bara eitthvað, hei, við erum næstu í alnefnur og ég að fara í leiklistarnám til London og ég bara eitthvað, geðveikt, við erum að hittast. En svo var ég bara, þetta var eiginlega bara nú í skiptumum, þannig að verður alltaf að vera ein Sesselja Ólafsdóttir í leiklistarnámi í London. Hún tók bara við af þér? Já, tók svona krúnuna. Já, það var svona, en þú hefur semst ekki hitt hana ennþá? Nei, ég hef ekki ennþá hitt hana, en við erum vinir á Facebook. Já, það kemur örugglega að þessu. Þetta er skrifað í skinn, þið hittist einhvern tímann. Já, þetta er að fara að gerast. Já, en svo afsakið. En svo lenti ég í því þegar ég var 10 ára gömul, til dæmis, það var í læknisskoðun, svona sem að fer í. Já, svona tekka hvort þú setja að þroskast eðlilega. Já, akkurat, svona hryggskekkja og sjón og heyrn og allt þetta. Og svo eftir læknisskoðun að hafa akkurat skrifað nafnið mitt á umslag og ég bara, nei, það er með í, ekki jóði. Og hann bara eitthvað, ég veit nú hvernig ég skrifa Sesselja. Og ég bara eitthvað, þannig að hann bara leiðir eftir nafnið mitt þarna. Og ég búin að lenda, já, það er mjög algengt að fólk teka það, en ég skil það. Þetta er náttúrulega miklu algengara nafn. Já, það er alveg hægt að sýna þessu smáskilning. Já, og svo líka veit ég að það eru stelpur og konur sem heita sko Sesselja með einu S hérna í miðjunni og Sesselja. Þannig að líf þeirra er mögulega aðeins erfiðara en þitt. Mögulega erfiðara. En ef þú tekur pólíuna á þetta þá, þú veist. Alveg klárlega, þetta er örugglega miklu verra fyrir þær sko. Þannig að ég bara sendi þeim samúðarkveðjur mínar, þar sem þær eru. Akkurat. Já. En heyrðu, sko, þú ert náttúrulega listakona, ertu ekki aðalega, hvað titlar þig? Já, bara listakona. Bara listakona. Bara af því að maður er svona ofta að djögla alls konar hlutum. Já, einmitt. Snýst þetta bara þú veist, þörfin alltaf að skapa og skiptir ekki öllum máli hvernig eða hvað eða? Já, og stundum bara er maður rosalega forvitin hvort maður geti notað þennan miðil. Og þetta er einhvern veginn svona þörf til þess að prófa og reyna mismunandi hluti og þú veist, það er ekki nóg að vera bara í tónlist og leiklist, þetta er líka að mála og teikna og þú veist, þetta einhvern veginn, og þetta fléttast allt einhvern veginn saman og það er sem er svo fallegt hvað list einhvern veginn getur list. Já. Og ég var einmitt að velta því fyrir mér sko, mér langar rosalega mikið að skapa svona viðburð. Já. Það sem að fólk úr öllum listagerum getur komið saman og það er kannski einhver með fyrirlestur listina sem viðkomandi hefur gert, sem hefur orðið til út frá annarri list og svo geta aðrir gert list út frá því og þetta verði svona einhvern veginn svona koll á kolli. Já. Ó, töff. Pínu eins og kvísluleikur. Já, akkurat. Vegna þess að ég veit allir að margir rithöfundar vinna með tónlist oft, skapa svona ákveðin hljóðheim sem að semja svo söguna við. Og svo veit ég listmálara sem mágkona mín, hún málar ótrúlega falleg málverk. Já. Hún las bók sem var þannig svo mikill innblástur að hún er búin að gera heila línu af málverkum sem eru tengdar þessum sögum sem er Caritas án titils og Óreiða striga og allt þetta. Eftir Kristínu Maríu, er það ekki? Akkurat, jú. Hún var svo rosalega innblásin að þessum sögum að hún gerði alveg rosa mikið af ótrúlega fallegum verkum. Já, það er fallegt þegar svona hlutinir einhvern veginn svona fæða af sér meiri sköpun og blómstra. Já, og þið langar að taka þátt í þessu? Já, og einhvern veginn bara þá einhvern veginn list svo auðþýðanleg yfir á annað tungumál. Nú var ég á málabraut í menntaskóla, þannig að þetta einhvern veginn mér svo fallegt að læra nýtt tungumál og læra nýja list. List er náttúrulega svo alþjóðlegt tungumál. Já, nefnilega. Það er nefnilega að fagra við það líka, sko. Já, algjörlega. Heldur betur. Svo þú ert nú kannski, ég myndi giska á að þú væri svona þekktust fyrir störf þín með honum Villa sem vandræðaskáld. Það er kannski svona, þú fengið mesta svona
svona almenna athygli fyrir það. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég hugsa það. Já, einmitt. Og þar náttúrulega fáið þið svolítið mikla útrás sko fyrir bæði, þú veist, náttúrulega er þetta aðalega kannski húmor, eða nú er ég bara að túlka mína sýn á ykkar störf. Þetta er náttúrulega, þú veist, allt litað á húmor og það er kannski svolítið svona rauði þráðurinn, en þið eru náttúrulega líka sko grjótharðir samfélagsrýnar. Já, við svona reynum. Þetta eru, þú veist, alvöru málefni sem þeir að taka en vissulega, þú veist, nota húmorinn sem sko svona smá leið til þess að gera þetta aðgengilegra kannski, ef maður segir. Og líka kannski svona, þegar maður finnur að sko, það er svo mikil reiði í samfélaginu út af eins og hlutum og svona, þá er maður kannski að reyna að finna einhverja nálgun sem léttir andrúmsloftið og svona, kannski fær fólk til þess að sjá hlutina frá ólíklegustu hliðum, sko. Já, einmitt. Og svona, já, kannski einmitt hjálpa fólki til þess að setja í orð á skemmtilegan hátt, það sem það langar til þess að segja. Já, akkurat. Það er mjög gaman að svona, þetta er skemmtileg áskorun og ótrúlega gaman að vinna með Villa í því. Já, ég trúi því. Þeir eru náttúrulega bæði mjög fyndin. Takk fyrir það. Þú veist, taktu bara því Rósi. En sko, já, þetta er svona, mér finnst svolítið áhugavert að einmitt geta skapa svona öðruvísi umræðu hluti, ég hef mikið verið að pæla í undanfarið, að það er alltaf, það er svo mikið neikvæðni með hluti. Þú veist, það kemur eitthvað, eins og bara núna náttúrulega, þú veist, einhvern tímann fyrir stuttu var ég að skoða fréttir nýju landsliðstreyju KSÍ. Já, ok. Og nú náttúrulega sýnum við þátt aðeins og var ég að fatta, þannig að kannski mögulega er þetta old news. En punkturinn er sá að það eru rosalega margir óánægðir með þessa treyju. Hún er ekki nógu flott að þeirra mati. Já. Og þannig að þú veist, það er allir að skrifa það og maður verður eitthvað svo niðurdregin og fylgjast með þessu. Þetta er bara bólur. Eða þú veist, sorry. Já, ég meina, kannski get ég bara ekki tengt. Nei. Samt er ég sko fyrirhandi knattspyrnukona og allt það skilur við. Ég hef alveg verið í þessum heimi. Ég skil alveg að það er gaman að fara í fallega treyju. Já. En þú veist, akkur er það alltaf, það er neikvætt. Veistu það, ég lendi í spjallið mitt á kaffistofunum daginn, bara einmitt þetta, að það er ótrúlegt sko, hvað Íslendingar held ég held að þeir fái svona útrás fyrir einhverja svona aðra reiði með tuði, bara yfir hverju sem er. Og þess vegna er það svona, bara íslenska þjóðfélagi, það er alltaf mál vikunnar. Og svo er það bara gleymt í næstu viku og svo er það næsta mál vikunnar og allir eru brjálaðir og maður fer inn á Twitter og það er allir bara alveg öskrandi að bræði yfir því lík skelving þetta mál er og svo næstu viku þá er einhver allt annað og einhver minnist kannski á máli sem var fyrir 4 vikum og engin veit hvað er að tala. Sko. Nei, akkurat. Og ég held að þetta sé svona kannski svona sletti svona coping mechanism eða svona eitthvað sem fólk nota til þess að díla við eða ekki díla við, bara svona hleypa af einhverju svona gufu. Svona, já, einmitt. Einhver svona sjóðandi pottur. Já, en sko þörfin til þess að, þú veist, að opinbera þessar skoðanir á ég stundum erfitt með að skilja, sko. Já, það er náttúrulega annað, það er náttúrulega bara eitthvað rannsóknarverkefni. Já, okkur er ekki nóg að vera bara með kaffistofu í vinnunni, bara eitthvað, þessi lausaganga katta, þú veist, borgarlínan, þú veist, eitthvað, okkur er ekki nóg að vera bara þar, þú veist, okkur þarf alltaf svona að læna upp geðveikt mörgum kommentum með leiðilegum orðum, þú veist. Ég held að það sé mitt bara, þetta er náttúrulega bara persónubundið og maður sé líka að það er alltaf sama fólkið sem er reiðast í kommentunum. Kannski, já. Og maður held að oft þá er þetta bara fólk einmitt sem að kannski bara, sem að hefur enga aðra leið. Það kannski á ekki nána vini sem maður getur af því að oft þá gerir maður þetta sjálfur, maður er bara eitthvað, það er eitthvað erfitt í lífinu og maður bara svona eitthvað, ég þarf að tala um vinkunni og svo maður bara eitthvað, takk, ég er búinn. En svo kannski er þetta fólk sem að kannski getur ekki gert þetta með sínum vinum eða maka eða hvaða fólk sem það hafa í kringu sig. Þannig að þau eru bara eitthvað, út af einhverju sem skiptir þau persónulega engu máli. En mér finnst það mjög áhugavert bara að velta yfir mig, hvers vegna? Og svo, að því að einmitt á kaffistofuna þá vorum við að tala um þetta, því að Ítalir gerir þetta öðruvísi. Þeir taka svona road rage eða svona vegabræði og bara svona brjálaðir við einhvern sem þeir hitta aldrei aftur. Þá er þeir bara búnir og eru örugglega bara mjög hressir. Eftir það, já. Ég gerir það, ég vona það. Skila því, þetta er svona pínu eins og með listina. Þú hefur áhrif á einhvern með þínum tilfinningum og sá einstaklingur keyrir áfram og hefur áhrif á einhvern annan með... Þetta er svona leiðilegur kannski vítarhringur. Þetta er svona leiðilega hliðin á svona keðjuverkandi tilfinningaflæði. Já, sem er líka bara, maður les kommentin og verður bara niðurdregin. Bara af því að maður er einhvern veginn taka inn á sig
svona reiði og sársauka annars fólks sem maður bara ok, og þannig að maður að reyna kannski að snúðis upp í eitthvað jákvætt með því að semja einhverja grillaða tónlist en ég veit það ekki. Já, en ég hef mætt á tónleika hjá okkur nokkur sinnum og það svona, maður allan finnur alveg fyrir því að, þú veist, að þetta ekki eitthvað sem, mér finnst þið ekki verið í hlutverki, mér finnst þið bara vera þeir sjálf. Já, og ég get alveg sagt þér það einmitt að ég náttúrulega sko sem leikkona, þá hefur mér alltaf fundist, það ekkert mál fyrir mig að fara á svið og leika hlutverk og ekkert mál af því að þetta ekki ég, þetta bara eitthvað annað hlutverk og það aldrei neitt tiltökumál, en ég man eftir því að fyrst þegar við Villi fórum á svið sem vandræðaskáld, ég held ég hef aldrei verið jafn stressuð í lífinu. Ég held að ég myndi deyja, sko. Af því þarna varstu Sesselja Já, af því þarna var ég bara að koma fram, auðvitað sem einhver svona, kannski aðeins ýktari útgáfa af mér og Villi aðeins ýktari útgáfa af sér. En þarna þetta var þegar við vorum í Ambott saga, hvað heitir það? Útför saga Ambottar og skettsökara, og Ambott saga útför, já, classic. Og ég man bara, ég var svo stressuð af því að ég var svo hrædd við einhvern veginn að sýna það sem að manni fannst á einhvern hátt, þó að þetta væri þetta ekki, þó þetta séu þetta mjög ýkt útgáfa af því. Getið samt svona aðeins skilt einhverja bakvið að þið séð, þú veist, í rauninni grínistar? Já. Það því að þú veist, svona grínistar mega í rauninni uppistandarar, þú veist, mega tæknilega segja flest. Já, og það líka oft bara akkurat, þetta einhver svona samfélagsrýni og maður náttúrulega að segja bara það sem maður held ég svona meiri hluta samfélagsins finnst. Já. Og er fáránlegt að sé ekki búið að gera eitthvað í ákveðnum málum eins og þú veist, við höfum samið náttúrulega bara aðstöðuna fyrir hjúkrunarfræðinga eins og þegar COVID byrjaði og það var verið að lækka þau í launum og þetta var bara svona fráleitt. Rosalega rökrétt. Já, en það einhvern veginn ótrúlegt að maður þurfa einhvern veginn stundum að setja það í lag til þess að og finna komísku hliðina til þess að fólk nenni að hlusta. Já, akkurat. Og það allavega mikilvægt að reyna að finna jákvæða hlutina og skemmta sér yfir í af því stundum er þetta líka bara svo fáránlegt að maður veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta. Já, þannig að maður bara eiginlega verður að hlæja af því að annars verður maður bara grátandi. Akkurat. Heyrðu, við þurfum að hendast í smá auglýsingarhlé, svo höldum við áfram að spjalla. Endilega. Velkomin aftur að skjánum. Ég vona að þið hefur fyllt á kaffibollan eins og við. Er það ekki? Jó. Alltaf gott. Alltaf gott að fá sér smá koffín fyrir svefnin. Það er mikið mælt með því, hef ég heyrt. Mikið mælt með því. Já. Alltaf helstu læknar. Það er mjög oft svona fyndið að svona velta fyrir sér sko öllum þessum ráðum sem að streyma til manns úr öllum áttum, þú veist, það hvað maður á að gera. Já. Hvað finnst þér það? Það er náttúrulega, það er ótrúlega líka fyndið og skulir minnast á það vegna þess að ég var að lesa eitthvað daginn sem að snýst sko þetta er mjög svona kannski þunglindislegt viðfangsefni. Það má. Já, ok. Þess að snýst allt þetta sem er búið að hauga á konur, hvað þú þarft að gera til að passa að verða ekki fyrir kynferðislegu ofbeldi. Já, einmitt, allar þessar fyrirbyggjandi aðgerðir. Einmitt, og mér fannst það svo áhugavert og ég sá að það var einhver sem var með fyrirlestur ég man ekki hvað hann var að tala en hann sagði eitthvað bara, þú veist að ef þú verður fyrir hvítabjarnaárás, þá er það sem þú þarft að gera, að passa að vera, og nefndu svo einhverju hluti, bara passa að vera ekki í gulum sokkum vegna þess að þeir hata gula sokka, eða þú veist, og ráðast á þau. Og nefndi einhverja 4 hluti, og svo sagði hann, ok, þetta var grín. Ekkert af þessu er raunverulega eitthvað sem að þú getur gert til þess að varna því að verða fyrir hvítabjarnaárás, en ég get sko staðfesta að þið munu muna þetta alltaf, það sem ég sagði. Vegna þess að leiðu þú ert búin að fá einhverjar upplýsingar, þá svona upplýsingar að eitthvað geti varið þig gegn einhverju sem er sko lífshættulegar aðstæður. Já. Þá setur hausinn það í einhverja skúffu. Já, og einhver sko skúffa sem er alveg, og þess vegna eru sko svo margar einmitt konur og fólk sem er að reyna að passa sig að verða ekki fyrir einhvers konar ofbeldi. Það er komið sko svo yfir fullar skúffur af einhverju svona kjaftaði sem að er
ekki hvorki á þeirra ábyrgð, né eitthvað sem getur raunverulega varið þig ef að þú verður fyrir einhvers konar árás. Nei, einmitt. Svona falskt öryggi kannski. Já, og mér finnst það svo áhugavert af því þetta bara svona hluti af því eitthvað sem að fólk gera svona, eitthvað svona bull sem að verið að fylla hausinn á þeirra og þú ert bara eitthvað, já, ég verð að passa mig á þetta og þetta og þú veist, akkurat ekki stutt pils og ekki háar hælar og bla 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 og svo maður bara eitthvað, nei, en þú veist, þetta ekki að fara að hjálpa neitt. En þú veist, maður man líka bara einmitt eftir einhverjum svona, og oft þó maður sko viti innst inni að þú veist, þetta getur eiginlega ekki endilega make a sense, að þá, þú veist, þá helst það samt einhvers þar inni. Þú veist, mér finnst það til dæmis alveg mjög lífsig, þú veist, hérna mýtan að maður mætti ekki borða blátt M&M. Já, einmitt. Og það eitthvað svona, og hvaðan kom það? Já, ég bara, maður finnur ennþá fyrir því. Já. Hvaðan, en svo akkurat heyrði maður að það var eitthvað svona, maður þurfa að borða fullt baðkar að Já, það er alltaf þetta. Eitthvað svona. Já, þú veist, þetta hérna, já, þú veist, brennt ristabrauð krabbameinsvaldandi. Já, einmitt. En þú þarft samt eiginlega að borða fullt baðkar af brenntu ristu brauði. Sem allir eru að gera alltaf. Svona basic morgunmatur. Já. En þú veist, nei, þú veist, bara eitthvað svona sem maður gleymir þessu ekki. Nei, akkurat. Ég held ég muni alveg muna þetta þegar ég er gömul kona. Já. Og hafa svona pínu svona ef ég sé blátt M&M bara svona, ég tek þetta rauða. Þú veist, bara til öryggis. Til öryggis, já. Bara, maður vill vera bara on the safe side, bara öruggu megin í lífinu. Það er svolítið svona automatist held ég. Já. En já, þetta er svona kannski pínlítið bull, en það er svona alvarlegur undirtónn í þessu. Já. Og það er gott einmitt að fá þig hingað til svona að ræða þessa hluti og þú veist, upp á að spegla svona hluti sem að manni finnst kannski svolítið að samfélaginu, en það er nefnilega svo gaman að gera það á komiskan hátt, sko. Já, það er nefnilega, já, það er bara ótrúlega skemmtilegt og það er einmitt það sem að ég til dæmis að vinna með þetta af því að mér langar til þess að gera lag akkurat þetta, þess vegna var ég að tala um þetta. Blátt M&M. Nei, þessar hluti sem að eru, við fáum að heyra til þess að geta passað okkur á hlutum. Ok, ég hlakka til að heyra. Já, þú ert að vinna í þessu? Ég er að vinna í þessu. Ok, þannig að þið eruð alltaf svona hægt og rólega að vinna nýju efni. Er það bara þú eða þú og Vili? Sko þetta sérstaka verkefni er eitthvað sem ég er að vinna í einn og þetta er þetta verkefni sem ég var einhvern tímann búin að minnast á sem heitir Móðurkona Meyja. Já, einmitt. Þetta er sko verkefni sem að ég er að vinna bara konur og kvenleika og er bara fyrir sjálfa þig eða er þetta í tengslu við eitthvað? Þetta er ég sem sagt, þetta er fyrir sjálfa mig, já. Og þetta er sem sagt sem ég er að gera, fékk styrk hjá SSNI til þess að vinna þetta og mun fara í þetta alveg á fullum þrótti í vetur og þetta verður sem sagt verkefni sem í rauninni bara byggt upp á sögum kvenna í gegnum tíðina. Í rauninni er ég svona mér finnst alltaf gaman að tefla saman sko sögum kvenna frá því fyrir löngu síðan og ég er að taka sérstaklega sko skáldkonur og hvað þær þurft að gangi í gegnum til þess að láta í sér heyra. Já. Og svo eins og MeToo og það sem er í gangi núna, konur og þú veist bara launamisrétti og allt þetta. Já. Og í rauninni hvað það merkir að vera kona og þú veist hvað svona framkomu kvenleiki er og einmitt bara þú veist hversu brjálæðislega hallærislegt það er, hvað þú þarft að tikka í mörg box til þess að vera álitin kona og kvenleg kona og svona. Já, einmitt. Og hvað það er rangt að vera karlmannleg kona og allt þetta sko. Já. Og hvað fólk einmitt, konur og kallar verða undir höggi fyrir kvenleika sinn, vegna kvenleika síns. Einmitt. Einmitt bara, ég meina eins og bara sko transkonur og transmenn og lesbíur og bara, þú veist, fólk sem að einhvern veginn fittar ekki inn í það að vera cis eða svona straight kona. Í kassan. Já, bara í þennan fullkomna kvennkassa. Já. Og ég er svona alltaf að velta því fyrir mér og velta rosalega mörgu upp í sambandi við það. Og hvernig ætlar það svo að miðla þessu? Verður þetta leikverk, tónlist? Já, sko, þetta er það er í rauninni það sem ég er í rauninni að láta þetta leiða pínu ljós bara. Ég ætla að leyfa verkefninu pínu að leiða. Ég er pínu farin að hallast að því að gera þetta einhvers konar kvikmyndaverki. Hluta langar mig til þess að gera þetta einhverju svona stand-up verki. Já. En samt í nota kvikmyndamiðlun. Ég held að ég hallist pínu að kvikmyndamiðlunum vegna þess að COVID, eða þú veist, það er bara búið að brenna mann að reyna að hafa sýningar á meðan COVID er. Já. Þannig að mann langar svona pínu kannski til þess að gera þetta aðgengilegt fyrir sem flesta. Já, og það er þá lifir náttúrulega líka alltaf svolítið lengur það sem að maður tekur upp heldur en það sem að maður bara
performar og svo kemur næsti dagur og þá það bara horfið í tímans haf. Nákvæmlega. Og svo líka vegna þess að mér langar rosalega, vegna þess að mér finnst kvikmyndamiðillinn svo ótrúlega skemmtilegur. Já. Og ég vann rosalega mikið með hann áður en ég flutt til Íslands. Ég leiki rosalega mikið af stuttmyndum og kvikmyndum og dóti. Og mér finnst það svo skemmtilegt hvað hægt að gera með hennar miðil. Og mér langar pínu kannski að leika mig með það. En svo getur vel verið að ég geri bæði, þú veist. Það getur vel verið að ég geri einhvers konar stand-up útgáfu. Gera eitthvað svona hlíðarafurði. Já, það getur vel verið. Af því að spennandi. Í grunninn þá þetta akkurat samansaumað af lögum sem að ég að flytja sem þessar mismunandi kvenímyndir, kvenmyndir sem að við svona þekkjum. Já. Og bæði svo sem jákvæðar og neikvæðar táknmyndir kvenleika. Já, það ýmislegt til. Já. En nú ert þú tekið eftir kona sjálf. Vissulega, ég líka. Gengst við því. Já, flott. Þá ég bara að pælja því þú ert svona greinilega kona sem hefur velt þessum hlutum mjög mikið fyrir þér. Já. Og svona meðvituð þú veist, þetta allt saman. Stendurðu sjálfa þig að því að vera, þú veist, allt í einu að átta á því að þú ert í rauninni að haga þér einhvern veginn sem þú þyrftir ekki að haga þér af því þú ert kona? Já. Það er alveg klárlega bara úr uppeldinu, úr samfélaginu, hvernig samfélagið elur konur upp. Þá eru ákveðnir þættir í manni sjálfum, hvernig maður haga sér og hvernig maður bregst við ákveðnum hlutum sem að eru bara, þú veist, maður er bara að grípa sjálfan sig bara eitthvað svona, nei, ok, Cecilia, hættu að afsaka þig. Hættu, segðu bara, mér langar þetta, mér langar til þess að gera þetta. Og það er bara, að því að fyrsta hugsunin er alltaf að bara eitthvað, ég er nú bara kona, það er nótið fram mig, þú veist. Já. Bara þetta típiska. Ég ætla bara að vera þægileg hér. Já, ég ætla bara að vera þægileg og gera rosalega mikið af kökum og einhvern veginn svona bara sanna að það sé, af því að ég veit að ég er aldrei nóg, eða þú veist, þetta Og það maður fer í pínu naflaskoð með þetta og ég held að þetta verk líka verði alveg rosalega persónulegt að mörgu leyti. Þó að maður séu þetta alltaf að skoða, maður svona fer úr þetta svona svokallaða makró í micro, svona stóra myndin í alveg örsmáa myndina og það er bara svo margt sem að maður gerir og svo margt sem að maður neitar að gera. Þegar ég held að þú veist, ég sjálf átti rosalega erfitt með þetta að verða kona. Mér fannst þetta rosalega mikil skömm og mér fannst þetta bara á úlingsárunum, mér fannst þetta og þú veist, enn þann dag í dag hef ég aldrei sett með gervineglur og ég hef, þú veist, aldrei farið í plokkun vegna þess að ég á bara mjög erfitt með þennan hluta að framkomu kvenleika. Já. Ekki það ég dæmi konur fyrir að gera það. Nei, alls ekki. Þetta er svo geggjað, en ég á svo rosalega erfitt með kvenhlutan af sjálfri mér. Já. Og ég á miklu auðveldara með, eins og sumir kalla kallorkuna, að vera, þú veist, einhvern veginn bara grilluð á ákveðin og fyndin og eitthvað, Já, einmitt. En þetta að vera svona kvenleg og mjúk og einlæg og einhvern veginn svona undir á ég rosalega erfitt með. Svona þetta hugtak, Já, einmitt. En þú veist, við erum náttúrulega allar einhvern veginn og líka svona nútíma konur, við erum alveg í svona, ég allan upplifi mig í svolítið svona milli einhvern veginn, milli tíma einhvern veginn. Ég upplifi mig einhvern veginn sem svona... Það er svona mótspyrna gegn þessu formi. Ég finn fyrir, þú veist, fullkomnu konunni sem að, þú veist, maður ætlaði að verða. Já. Og ég var til dæmis að hlusta í gærkvöldi á Mjallhvít á Dvergana 7 með strákunum mínum. Já. Og þú veist, ég var ekkert mikið að pæli fyrir framskiluru. Akkurat. Og svo bara var ég að hlusta á þetta og bara svona, og ég heyrði þetta bara svona bergmála í æsku minni. Já, akkurat. Og bara, þú veist, og sérstaklega enda náttúrulega fyrir utan það að þetta er allt saman litað af því að það skiptir öllu máli hvernig manneskjan lítur út. Já. Þú veist, það er alltaf talað það hvernig hún lítur út. Það er ekkert talað það að hún er bara einhver dýrakvíslari. Nei. Og fær bara til sín öll dýrin sem stórkostlegt. Já. Bara það er bara fuglar setjast á hún. Gerist það? Nei, það gerist ekki í alvörunni. Ok, en nema burt sér frá því, þú veist, hún er alltaf mögnuð. Og síðan í lokin þá er hún sett dáin í glerkistu og svo kemur einhver kóksonur og verður ástfangin af henni, af sjá hana dána í kistu og biður að fá að taka hana með sér heim af því að hann vill eiga hana að eilífu.
Þetta er svo rangt á svo margan hátt, sko. Þetta er svo bara þetta er ótrúlega fall lík hérna, má ég eiga. Já, þetta og maður hugsaði bara, og svo náttúrulega þetta er með kistunni, svo ég ennþá eiginlega bara svona uppnámi eftir að hlusta á þetta. Og hérna, þú veist, þetta er að missa hana og það hrekkur eplabitin upp úr henni og hún lifnar við, þú veist, öllum á óvörum og hún sér prinsinn og það verður bara allt fullkomið. Já, og þetta er samt ekki útgáfan einu sinni með það sem hann kissir hana og það er nóg til þess að hún svona, já. Er það ekki Þyrnirós? Nei, hún var samt kysst, en hún var líka vakin eftir sko 100 ár eða eitthvað. Já. Hún svaf í heila öld og svo kom inn fullkomni ástarkoss frá manni sem hún þekkti ekki neitt. Akkurat. Já, akkurat, þú veist, sorry. Það er bara svo margt í þessu. En við erum alveg aldrei upp við að hlusta á þetta og maður ímyndaði sér einhvern veginn að einn daginn þá þú veist, maður er alltaf eitthvað að leita eitthvað prins. Heldur betur. Hvað er það? Það er óþolandi. Þetta er hrikalegt og ég man líka eftir að kannski er það líka þetta, sko, mótspyrnan var byrjuð á þessum tíma af því ég man eftir því að ég elskaði Konung Ljónanna, bara Lion King, bara oh my god, ég elskaði og ég man að við vorum alltaf í svona Konungi Ljónanna leik, þú veist, þegar ég var í grunnskóla og við vorum bara eitthvað og ég var bara eitthvað, já, ég ætla að vera Simbi og hérna, ég man að strákarnir voru bara eitthvað, þú getur ekki verið Simbi og ég bara eitthvað, víst get ég verið Simbi og eitthvað, nei, þú ert stelpa og þú veist, enginn var nokkuð tíma bara svona, þetta er ljón, þú veist, ég er manneskja. Þetta er persóna, ég er persóna, en ég bara vildi ekkert vera Nala því mér finnst það alls ekkert spennandi hlutverk. Nei, Simbi var hún var bara svona aukahlutverk. Já, en það er líka bara því maður lærði það rosalega snemma að kvenpersónur væru aukapersónur og ekki spennandi. Þess vegna það að vera kvenlegur var kannski rosalega svona mikil hindrun einmitt út af þessu. Af því að er ég þá bara, hvað maður segir, er ég þá að fara bara inn í það að vilja ekki verða það sem ég langar til þess að verða. Nei, af því að ég er bara einhvern veginn að og það er líka búið að segja þér að þú veist að þú náir ekki þangað nema þú lítir svona út. Já. Það er svona kannski líka hindrunin sem að maður einhvern veginn er að vinna með. Já. Og samt er alltaf að reyna að minna sig á bara nei, þetta skiptir ekkert svona miklu máli í alvörunni. Og svo svona alltaf eitthvað svona innri rödd, eitthvað svona, það verður að vera sæt. Já, allan daginn. En svo er líka svo frábær hluti sem að kannski einmitt það er ástæðan fyrir að við erum á þessum mörkum er náttúrulega að þegar maður var lítill, þá náttúrulega var Vigdís Finnbogadóttir forseti. Já. Og það er sama bara ekki, heyrðu býtu, ok, ég get ekki verið Simbi, en ég get verið forseti. Já. Það er svolítið sterkt, sko. Já, þannig að það kannski líka heldur þessari sko kvenréttindabaráttu áfram sem að var þarna sko 70 eitthvað, 80 eitthvað sko. Já, einmitt. Sem að sko það í æskunni sem að verður svo fullorðinn og fer að streitast á móti og byrja þessa MeToo-bylgju og náttúrulega bara líka kynslóðina eftir okkur og já, einmitt. Bara sem eru ótrúlega flottar. Já, mér líður um þetta eins og þetta sé sko að fara á hárréttan stað, hægt og rólega. En þú veist, en við erum svona já, maður er ekkert náttúrulega á svolítið erfiðum stað á milli. Það er svona þessi tókstreita því að maður er ennþá að berjast gegn því í sjálfum sér sem að maður einhvern veginn fékk frá svona samfélagslegu uppeldi. Já, einmitt. En heyrðu, við erum löngu búin tímann, tæknimaðurinn er örugglega bálreiður við mig. Nei, grín. Rosa ljúfir. Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir að koma. Alltaf gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis. Gangið vel með kvenleika rannsóknina þína. Takk fyrir. Og ég hlakka til að sjá útkomuna. Takk ykkur kærlega fyrir að horfa og verið sæl.